Hæ! Heyrðu, ég ætlaði að gera vídeo úr Vintage Romance palettinni, þessari hér. Hún í óbóðslega miklu uppáldi hjá mér, ég nota hana óbóðslega mikið á sjálfa mig og óbóðslega mikið tegi ég í hana ef ég fæ einhvern í förðun. Þetta bara eitthvað svo ótrúlega flotti litir, ég svo ótrúlega hrifin af þessum köldu gildu litum. Og svo bara þessir, þetta náttúrulega bara svartur með glimmeri og svo þessi svo ótrúlega flottur. Það aðeins mildar en svartir til þess að gera skyggingar og svo náttúrulega bara eru fjólbláir í. Þetta þessi og einhver einn en eru í Dancing till, See You at Midnight Antique palettinni. Þetta sem sagt sú paletta sem hinnir eru úr. Ég ætla að nota þessa hérna liti. Þetta ekki svona pínu blanda eða eitthvað svona líkt því sem að litur ársins Hann einhvern veginn svona rauð, brún, rauð, fjólu, fjólu, rauð, fjólu, brún, eitthvað. Það ekki? Ég man ekki hvað hann heitir. Hann einhvern veginn svona, en mér alveg sama af því að mér finnst þessi litir bara ótrúlega flottir og þeir eru svona pínu þar sem að kannski maður þorir ekki alveg í strax. En ég ætla bara að gera eitthvað auðvelt. Ég ætla að byrja að búa til skyggingu með þessum og ég nota þennan mjög mikið til þess að gera milda skyggingu. Og svo held ég að ég þjappi bara þessum á augnlokið og skyggi svo aðeins dekkra með þessum og svo kannski aðeins dekkra með þessum. En það hægt að gera helling úr þessari palettu. Alveg böns. Og ég byrja á primer. Mamma og pabbi koma því miður ekki heimsótt núna. Ég held ég þurfi bara að fara að gera það einhverju mánaðarlegu. Það svo rugluð. Já, og þegar ég að taka þetta myndbandu þá mánudagur, hvað 19. 19. og í dag setti ég inn á Facebook að ég ætla að taka inn Milani Cosmetics vörurnar. Ég ekkert smá spennt. Þar augnskuggaprimer sem mjög gleðilegt. Ég laka mjög til að prófa hann. Heyrðu, svo allir nýju burstanir. Þegar ég búin að mála mig, þá ætla ég að búa til burstavídeó og segja ykkur frá þeim. En ég byrja á að taka, já þeir ekki allir merktir, þannig að ég svona pínu, veit ekki alveg hvað það heita, en ég set það bara í description í blogginu. Tek eitt svona, hann flatur og ég byrja á þessum. Nei, ég ætla að byrja á þessum. Þá tek ég öðruvísi bursta. Ég tók nokkra blöndunarbursta því ég svo sjúk í þá sjálf að ég tók nokkra. Þeir allir svona mismjúkir einhvern veginn. Og í þetta, ég ætla bara að nota þennan. Ég á nefnilega svona bursta sem að hann ótrúlega bara mjúkur og góður. Dippa aðeins í þennan matta brúna. Og svo þessi, þetta Deluxe Crease C200, það alveg 3 burstar sem heita Deluxe Crease. En þessi sem sagt mýkstur og ég á eftir að skrifa smá lýsingar við alla burstana. Og þessi mýksti nota ég alltaf til þess að eyða svona út. Ég seti heil aldrei augnskugga beint í hann. Heldur nota ég hann svona til þess að eyða út skilum og svona. Byrjum bara þessu. Bara smottir í. Svo tek ég flatan bursta og þennan sem í miðjunni af þessum rauðfjólu tónalitum. Bara ýti honum á. Svo tek ég eitt svona minni flatan til þess að setja þennan. Hann svona mattur með smá glimmeri og ég ætla að gera aðeins dekkra hérna inni með honum. Og ég elska svona öðruvísi liti. Ekki vera hræddar við að prófa. Leikið ykkur að þessum litum, sérstaklega þegar þið eru að kaupa palettur með 12 litum. Þá tækifærið til að prófa á það.
Gera eitthvað sem maður er ekki vanur að gera. Það er svo gaman. Ég er með hérna Raisin Úlala linerinn. Ég ætla að setja hann hérna undir. Bara létt og dreifa úr honum. Með hérna Smoky Eyeliner burstanum. Svo ætlum ég bara að setja aðalitinn ofan á hann. Þetta er alveg pínu skrítin litur til þess að vera með. Og þetta lúkkar aldrei vel svona, ég geti náttúrulega bara verið á einhverju. En ef maður bara gefur sér tíma og vinnur bara litina og setur á sig eyeliner, maskara og augnhár, þá ertu komið með, þú veist, umgerðin utan með augun og svona, búin að ramma þig betur inn með eyeliner og svona. Og þá er þetta orðið miklu auðveldara að púlla þetta lúk. Ég er að pæla að skyggja aðeins meira með matta glimmer litnum. Draga þetta aðeins lengra. Aðeins að setja highlighter á móti og ég er að nota bara Contour Kitty í medium. Bara highlighterinn aðeins til þess að eyða hérna á móti. Komið lítið á móti. Og mér langar að hafa aðeins dekkra hérna inn í augnkróknum. Þannig ég ætla að taka þennan með þessum bursta. Og bara aðeins að setja hann hérna. Í svona smá vaff eða þannig. Og ég ætla aðeins að fara með hann undir. Sjáu þið hvað augun mín verða græn. Það er nefnilega þannig með þennan blessaða auglit að það er andstæðan í litahjólinu sem að dregur hana fram og andstæðan við grænan er rauður og það er kannski ekki endilega alltaf það sem að græna eða stelpur eru til í að mála sig með rauðum augnskuggum eða rauðlitum en þá eru til dæmis kannski bronslitir góðir en brons er líka samt hentar vel fyrir bláeygðar. En vitið það, ég fer svo sjaldan eftir þessu og eiginlega aldrei af því að bara mér finnst miklu skemmtilega bara að gera það sem ég langar að gera. En þau sjáu það samt alveg hvað þetta dreifir fram. Græna litin. Sko, svo ætlaði ég eiginlega ekki að nota glimmer af því ég held að það sé ekkert alltaf gaman fyrir ykkur. En það má gera allt án glimmers. En mig langar það alltaf. Sko, ég notaði Sugar Plum í hann að dökkbrúna lúkinu sem ég tók upp á vídeó. Og hann passar við þetta, en þetta er samt það rauð, fjólu, rautt, brún, rauð, eitthvað. Að Razzleberry passar líka svolítið vel við. Eða bara eitthvað allt annað, eins og þessi heiti Candy Coin, frekar en Corn. Og hann er svona. Þann passar mjög vel við. Ef að setja bara smá. Það væri flott að setja þennan bara til dæmis á miðjun augnlokinu. Krakkar. Hvað á ég að gera? Ég má nú ekki missa. Ok, ég ætla bara
Ég ætla að gera seinna, ég ætla seinna að gera eitthvað lúk með algjörum andstæðum af augnskugum og svo einhvern allt annan litaglimmeri. Ok, hugmynd, en ég ætla bara að nota því þessi líkur, eða svona keimlíkur, Razzleberry, ég held að lögreglan heiti það, það kemur þá fram í vídeónu, eða sem sagt blogginu ef þetta heitir eitthvað annað. En mér minnir hann heiti það. Og ég ætla þá bara að setja hann undir. Er það ekki eitthvað? Aðeins að slaka á. Og ég nota Liquid Sugar Festin sem ég er að selja. Ég ætla bara að setja undir. En þetta er ekki bara passlegt. Þetta er ekkert of mikið. Ég er að reyna að vera róleg, krakkar. Þetta er mjög erfitt fyrir mig, sem ég er að gera fyrir ykkur. Jú. Smágrín. Samt ekki. Og það er í lagi að setja þetta glimmer svona nálægt auganu, af því að þetta glimmer er cosmetic glimmer sem er úr plasti. Þegar það stendur utan á glimmer eitthvað avoid contact with eyes, þá er það af því að þetta er eitthvað föndurglimmer og föndurglimmer, í föndurglimmerum getur oft verið leifar af gleri og það er þess vegna sem að það má ekki fara nálægt augunum, en þetta er vottað. Þannig að þó þetta fari í augun þá bara, þú veist, losar augun sig við það bara. Það er ekkert óþægilegt. Er þetta ekki bara að verða svolítið gott hjá okkur? Þetta er nú að verða svolítið dramatíst og svona. Þá held ég að ég slekku bara rétt á meðan ég setja á mig eyeliner og maskara. Þá er ég komin aftur, búin að setja á mig. Af hverju sést bóla mín svona mikið núna? Ég held ég verið búin að fela hana. Já, ég er búin að setja á mig maskara og eyeliner og ég langar ekki að sjá þessa bólu. Æ, góða besta. Ég er búin að setja mig primer. Það var þessi hérna, frá Sleek. Ég ætla að setja mig þetta make. Ég er eiginlega bara farin að nota þetta make. Það er verið að hætta að framleiða Sleek make sem ég var að nota þetta fljótandi. Þannig að ég ætla bara að fara að skoða hvað ég ætla að bjóða upp á annað. Ég ætla að nota þennan bursta. Hann er Crown Brush, hann er svona flatur og góður og skemmtilegur. Svo haldi ég bara áfram að biðja mig ef þið viljið sjá einhver sérstök vídeó. Ég er bara að byrja að skrifa niður lista það sem er búið að biðja mig. Blátt smóki og græna förðun og svolítið spennt fyrir því báðu. Ég leita svolítið sjálf í þá liti þegar mér langar að vera eitthvað crazy. Fylum þessa bólu aðeins betur. Þetta er nú samt ekki hyljari til þess að fela bólur. Þetta er hyljari frá Rimmel og sko Radiant Glow. Það á ekki að setja þannig hyljara yfir bólur, bara alls ekki. Það er eins og ef ég myndi taka mynd af mér núna og þá sést kannski þegar ég tek myndir af mér eftir að þá lýsist örugglega bólan upp. Það er akkurat það sem ég vil. Nýr sonabursti. Mér finnst alltaf best að dreifa úr þeim, úr hyljaranum með svona flötum stífum bursta. En þessi frá Real Techniques Deluxe Crease myndavélin dó. Deyr alltaf svona í miðinni. En ég var að segja að mér finnst best að setja hyljari á með svona flötum bursta. En svo buffa ég hann inn í húðina með svona frá Real Techniques sem ég finnst alltaf góður. Ég er ekki að meika þessa bólu. Ég fel hana betur. Þetta er aðeins betra.
Og ég kom með nýjan svona sem var brotinn og ég er strax búin að beygja hann. Mér er svo gott að hafa hann svona smá beygðan. En ég þarf ekki að því að vera í litun og þarf ég ekki að gera neitt. Heyrðu, púðrið sem ég ætla að nota er Professional Powderið frá Sleek sem er með Lumi. Akkur það sem bóla mín þarf eða þannig. En þetta er alltaf leið. Ég er bara að fara að keyra út vörum í kvöld. Hérna á Akureyri. Þannig að ég hef eftir að hitta Karen, Nóa og Brynju, hverju fleiri? Arna og Sara og Þórdís og... Svo ætla ég að nota eitt sem ég hef ekki notað svolítið lengi. Það er hérna bronsblokk frá Sleek, kemur öllum óvart. Nei, hérna, þetta er það sem ég flokk undir sólapúðurinn á síðunni. Það er hægt að nota þessa alla í einu. Þetta er dökki liturinn, það er til ljósari. Og það er hægt að nota þessa brúnu sér til þess að skyggja og nota svo bleika sem kynnalit. En mér finnst ógeðslega fallegt að bara nudda þeim öllum saman. Það er rosa mikill litur í þessu. Er ég bara einhvern veginn á ská. Þú veist, maður þarf svo lítið og ég bið ykkur að dumpa úr þessu því annars verði þið pínu skröllegar. Ég ætla að nota þennan bursta sem ég var að taka inn, Tapered Blush. Svona venjulega kynlitabursti. Og ég ætla bara að nudda þeim öllum saman og þetta er svo mikill litur að ég gerir svona og svona. Og ég ætla að nota hann alveg undir kinnbeinið og svo, þú veist, eiginlega bara að nota þennan. Því mér er svo flott hvernig þeir blandast saman brúnableiki að þá nota ég hann bæði sem skygginguna og sem kinnalitinn og nota svo bara stakkan highlighter á móti. Og svo dökki er frekar dökkur og ljósi er ótrúlega fallegur fyrir mjög ljósa húð. En ég ætla bara að hafa þetta svona. Svo ætla ég bara að taka highlighterinn úr þessu kitti og nota það svona, með svona fínum bursta. Setja það bara aðeins hérna. Svo langar mig að nota augnar sem ég hef ekki notað áður. Þau heita Sweet Talker. Og já, mér vantar bara allt til þess að setja það á mig. Þau eru svo ótrúlega þægileg þessu augnár þegar það er svona á langflestum. Það eru kannski 2-3 mestalagi fern sem eru með þykkara bandi. En bandið af þessum er svo mjótt og þunnt og þægilegt. Það er ekkert mál að setja á augnár. Og ég nota plokkar til þess að halda þeim. Og nota hérna latexfría límið frá Socialize. Þessi eru svolítið skemmtilega. Ég segi þetta nú reyndar alltaf held ég. En ég er að prófa þessi í fyrsta skipti. Þau heita Sweet Talker eins og ég sagði.